Hey folks og velkomin í flæðiskýrið með Rökkva og Jóa og í dag ætlum við að tala svolítið söng. Við erum með Ingveldi Ýr Jónsdóttur hérna hjá okkur, söngkonu, óperusöngkonu. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Gaman að segja því. Og hún var að komast áfram í úrslit í Kórum Íslands. Já, hvað þetta fyrir bara í Kórar Íslands? Segðu okkur það. Já, Kórar Íslands sem sagt, þættir sem að saga film hreint af stað og eru sýndir á Stöð 2. Og það eru bara, þetta bara keppni milli kóra, þar sem að það voru valdir 20 kórar úr umsóknum. Þeir komu fram í fjórir þættir, hérna kórar í hverjum þætti, 5 þættir alls og svo undan úrslit og svo úrslit og þau eru núna á sunnudaginn. Já, þannig að þetta er bara svona eins og Voice, þið vitið, eða hérna. Já, þetta er bara söngkeppni milli kóra. Þú ert þjálfarinn, ef það mætti kalla það. Nei, ég bara er kórstjóri og ég er með kór sem komst áfram. Spektrum heitir kóri minn og hann fer í úrslit á sunnudaginn. Já. Ég svo illa að mér í kallet einhverjum íþróttanum, þú ert þjálfarinn. I'm the coach. Já, ég er þjálfarinn, það er alveg rétt. Ég er bara, en það kallast kórstjóri, svona virðulegt heiti. Og ég sem sagt þjálfaði hennan kór, ég stofnaði kórinn og ég segi stundum í grín að ég eigi hann líka af því að ég bara, þetta er svona batteri sem ég hrindi af stað en svo á batterið sig sjálft þegar upp er staðið. En er þetta allt sem sagt fólk meðlumir í kórnum sem þú þjálfaðir í söng? Mestmegnis. Já. Varst með í enga tímum? Já, þetta var þannig að þetta er kór sem var stofnaði 2003, þá var ég með fullt af söngnemum í bara svona alvöru söngnámi, þau tóku stigspróf eins og það heitir og voru í tónfræði og nótnalestri og öllu þessu sem að fylgir. En ég var alltaf með fullari fólk sem var auðvitað komið bara annan karriér og fjölskyldu og vildi kannski ekki endilega fara að leggja það fyrir sig að verða söngvari. Og þá bara... og var kannski svona við það að flosna upp úr námi en langaði samt að syngja áfram. Og ég hugsaði, ég er bara búið til eitthvað batteri sem fólk getur verið að syngja og eru gerða kröfur og það er metnaður og svona, en það kannski þarf ekki að fara í allan pakkan og þar með byrjaði Spektrum. Já, náttúrulega á Íslandi er ofboðslega mikið af fólki sem vill vera í listastarfi, leikhúsi og söng og svoleiðis sem að getur ekki endilega orðið atvinnumenn af því að náttúrulega það er þröngt að þingi í atvinnumennsku í öllu svona. Það eru alltaf færri sem að geta haft atvinna því heldur en flestum öðrum hlutum. Já, og það er alveg gríðalegt, það er gríðalegu fjöldi af fólki í söngnámi þó það verður kannski ekki nema smá prósent af söngvari, atvinnusöngvari. Já. Og fullt af þessu fólki fer til dæmis í kóra og þess vegna er kórastarfi á Íslandi alveg ótrúlegt. Ég meina það eru 250 kórar á Íslandi. Maður eiginlega trúir ekki þessari tölu. Maður er ekkert varað við þá mikið Já, ef þú telur helstu bara. Já, en ef þú telur alla kirkjukóra landsins til dæmis og svo alla átthagakórana, þetta er náttúrulega út allt land. Já. Og í hverju þorpi er kór og kirkja, það er bara þannig. Já, við höfum sem talað það að það er alveg sama hversu lítill einhver bæri er út á landi. Það er alltaf leikfélag, það er alltaf áhugamannaleikfélag. Og það er þá í rauninni alltaf kór líka. Þú mátt alveg reikna með því að sé alltaf kór líka. Jafnvel kór og svo líka kirkjukór. Já. Einhver samkór, einhver kór sem að tekur sér saman, er ekki endilega að syngja kirkjutónlist og svo kannski líka kirkjukórin og oft er sama fólkið í báðum. Já. Fyrir þá sem að nenna kannski ekki svona trúardóti þegar það frekar í hinn. Já, en svo ertu til dæmis hérna á Stór-Reykjavíkursvæðinu, þá ertu með, þú ert með alltaf með fullt af barnakonu líka út allt land, en hér ertu svo með kannski gospelkóra og þú ert með alls konar batteri, eins og mitt litla batteri, þetta er bara eitt af fjölmörgum. En er það þá ekki talsvert afrek að komast í úrslit í þessum þáttum? Ég meina, er ekki hvaða kór sem er mögulegt að koma í keppna? Jú, öllum, þetta var opið öllum. Já. Og ég held að þeir sem skipulöðu keppnina, Sagafilm, hafi nú reynt að velja að hafa fjölbreytileikan í fyrirrúmi því að í þessari keppni eru eins og ég segi, það eru gospelkórar, kallakórar, kvennakórar, svona ungmennakórar, popkórar, rockkórar, litli blandaður kórar eins og minn, það bara fóru 20 stykki alls. Allstaðar að landinu, ekki allstaðar að landinu, en það eru kórar að koma utan að landi líka. En þetta er svona nánast
má segja ævistarfið þetta því þú ert búin að þjálfa flesta þess einstaklinga upp í engatímum alveg sér, þannig að þú ert að sjá alveg margra ára eða áratuga starf í spektrumkórnum. 14 ár þarna og þar á undan náttúrulega önnur 14 eða svo. Þjálfun kóra, hvernig fer svona þjálfun fram? Tekur þá hvern og einn fyrst eða hvernig fer svona fram? Þetta mjög misjant eftir kórum, en flesti kórar eru þannig að þeir hafa inntökupróf eða kórstjórinn, hann þarf að vita hvernig viðkomandi syngur og hann þarf fyrsta lagi að vita hvort hann bara heldur lagi. Það er nú svona lágmark að vera í kóri, maður heldur lagi, það maður þarf að halda lagi, það er svona erfitt að blanda saman einhverjum í kóri, maður gerir það ekki, en það er samt til þannig kórar líka. Ég hef heyrt svolítið svona einhverja sorgarsögur frá fullorðnum sem voru að segja að þeim var hent úr kórnum sem börnum eða fengi ekki fara í kórin af þeir held ekki lagi þegar þeir voru í grunnskóla. Mér finnst það mjög sorglegt vegna þess að börn eru ofta ekki alveg komin með þetta lag, sko. Er ekki alltaf að slóta bara laglausa kórin? Jú, ég held að hann hefur verið til, sko, og mér finnst það bara mjög fallegt starf vegna þess að einhvers staðar þurfa bara þeir að vera líka. Kórstjórinn getur verið William Hung. En sko, málið er að kórstjórinn náttúrulega kennir svo mikið líka, þannig að ef maður fengi til dæmis ólagvísan einstakling þá myndum maður geta kennt honum að heyra betur, syngja betur. Ég segi ekki hann verði kannski einsöngvari en það er alltaf hægt að vinna með þetta, þannig að sumi kórar kannski gera minni kröfur og þá á þetta fólk með köllunarstundum, sko, þú ert með ökumennin og svo ert með farþegana og það eru oft bara farþegar líka í kórum. Er þetta, sko, getur bara hver sem hefur aldrei sungið neitt, getur hann sem ekki farið bara og mútlega farið þennan kór og taka inntökupróf? Jú, hann getur það en það fyrir allt eftir hvaða kór það er. Ef þetta er kór sem gerir kröfur og eins og kóri minn, ég gerir kröfur að fólk sé með bakgrunn í söng, eitthvað bakgrunn og ef ég er búin að kenna viðkomandi þá náttúrulega veit ég nákvæmlega hvað bakgrunnurinn er en helst þarf viðkomandi að lesa nótur og þar með er komin ennþá meiri bakgrunnur, hann þarf að hafa einhverja tónlistarmenntun hvort sem það er úr söng eða á hljóðfæri og þannig að þetta eru kröfur sem að kannski eitthvað sem hefur aldrei sungið getur ekkert fyllt, þannig að svo eru til kórar sem að taka eru mjög stórir veist, það eru til kórar með 120 manns létt sveitin, það eru ég held að sé yfir 120 konur í henni frábær kór, en þú veist þá getur haft svona massa og hleyft fleirum að og svo eru þetta til kórar sem að tengjast kirkjunum, það eru stór batteri í öllum sóknum landsins eru kirkjukórar og margir kórar í hverju kirkju oft. En sko með 250 kóra hvað ætli séu margir einstaklingar innan allra þessara kóra? Já, einmitt, sko. Hvað eru margir sem syngja á Íslandi? Já, akkurat, sko, er ekki bara þjóðin í kór? Ég meina, þú sér að mitt batteri spektrum eru 24 núna svona rokkar frá 23 upp í 25 og svo var ég að nefna kór sem er 120, þannig að þú getur fengið bara allt hann á milli. Þetta er svona 5-10.000 manns kannski í kórum. Hvað þarf kór að vera með marga einstaklinga innanborðs til þess að teljast kór? Vá, það eru örugglega til einhver lagagrein þetta en sko maður talast um söngkóp, ég til dæmis kallaði minn kór söngkóp lengi vel af því að ég vildi kannski leyfa þess að vera svona meira sólesta tengdu og þá vorum við líka bara kannski 12-14 manns og þá getur kallað söngkóp, kammerkór er held ég 16 manns lágmark hámark er 20 kammerkór eitthvað svona, sko. Nú örugglega hringdi mig og eftir og sagt, þetta er ekki rétt hjá þér en þetta er svona í kringum þessa tölu, sko, þannig að við gætum svo sem alveg verið svona einhvers konar kammerkór, en það hljómar fyrir mig svo formlegt, við erum ekki opaslega formlegur kór, við erum svona ofta sprella en já, þannig að ég myndi segja eitthvað yfir 20 kallaru kór og þar undir getur þú svona ráðið hvort þú kallar þig söngkóp eða kammerkór eða En þú hefur líka verið með kór fyrir fatlaðar, það ekki?
Já, sko, það var nú bara algjörlega söngkópur. Það var Blikandi stjörnur, var það batteri sem nú svona komið í hvíld núna, en það var í gangi í 11 ár. Já. Og þá var ég með fólk með föllun, já. En þá voru margir í þeim hópi? Það fór alveg upp í 10-12. Og það voru mikið sólistar, sko. Þau sungu alltaf, það var alltaf einhver sem söng einsöng þar. Já. Það var alveg frábært. En hvernig stilur þá kröfunar fyrir það? Er það bara ekkert lægri eða er það aðeins svona lausara? Jú, það náttúrulega ekki allir kannski með fullkomi tónera sem eru með svona þroska hömlun, en það var alveg merkilegt hvað var hægt að þjálfa og svo þetta setti maður einsöngin í hendurnar á þeim sem að voru örugari. En jú, ég menna maður náttúrulega verður að svona vera sveigjanlegur í kröfum þarna. En hvað gerði þið þetta fyrir þá þetta samfélag fallara hérna á Íslandi? Það hlýtur að vera svona ákveðið stökk fyrir bara þann hóp, sko. Já, þau komu víða fram, þau komu fram og fóru erlendis, þau gáfu 2 plötur. Já. Og voru bara ótrúleg, voru alveg ótrúleg og frábær, sko. Þetta var til að byrja með var þetta bara stofnað í kringum listaháttíð sem að vinkona mér Þórunn Helgadóttir setti saman. Hún var svona í þessu starfi fallara og útbjóð þessa listaháttíð. Það sem sagt setti á lakirnar. Í alls konar gerði kvikmynd og dans og leiklist og sem sagt hendi þessum hóp saman og ég skoðaði upptökur af krökkunum þar sem þau höfðu farið í söngvakeppni og valdi úr því og valdi svona einstaklingar sem ég bara vissi af og þar með var komin þessi hópur og hann varð síðan bara vann áfram á vegum Hindshússins. Já. Og síðan var Hitthúsið komið á þann stað að geta ekki sinnt þessum aldri sem þau voru á og þá tók ég þetta bara alfæri til mín og var með þetta á mínum eigin vegum í nokkur ár. Á hvað aldri voru þessir einstaklingar? Þau voru bara frá það var svona kannski 18 upp í 35. Já. En þetta voru 11 ár, þannig að þessi 18 ára voru orðin 28 ára eða 29 ára. Já. Þannig að þetta var alveg, sko, þetta var óbúslega gott starf og skemmtilegt. Svo bara kemur stundum þreyta í fólk og það þarf að fara að prófa eitthvað nýtt og þau fundu það flest að þau fóru svona vilja prófa aðra hluti og bara gott mál. Einhverju fóru í leiklist og aðri fóru í að vera DJs og eitthvað svona. Þannig að þetta opnað leið fyrir þennan hóp? Ég get ímyndað mig það, já. Já. Að, ég meina bara getur ímyndað að vera í hóp, líka bara þetta hópstarf, sko. Það er að vera í hóp og vera tilheyrandi einhverju, það er mjög mikilvægt fyrir alla held ég. Einhverju stímálsins í lífinu. En þetta með tónerað og hvernig sumir hafa það í mun meira mæli heldur en aðrir og jafnvel bara eðlislæglega og þarna minnst ofta áhugaverð umræða að fólk oft hneykslast á þeim sem fara í til dæmis ædol eða eitthvað svona og eru rammfalskir en þeir sem eru náttúrulega rammfalskir þeir hafa ekki tónera, þeir heyra ekki að þeir eru falskir. Þannig að maður á ekki kannski að furða sig eins mikið á að þetta fólk halda þessi frábært því að það sem að það heyrir þegar það syngur sjálft er náttúrulega bara eitthvað sem að því finnst vera allt í lagi. En hefur lent í því að kenna einhvernum sem var eiginlega bara alveg dofin á tóna, eiginlega alveg bara tónheyrnarlaus. Já, bara alveg laglaus eins og maður segir. Já, sko, já, ég margoft fengið þannig fólk í tíma og ég hef líka fengið fólk í tíma sem að telur sig vera laglaust og þetta er svona hugtak sem við notum á Íslandi daldið kannski ábyrgðarlaust að fólk kannski finnst ég ekki vera með góða rödd og þá segir það bara að sé laglaust en þetta er auðvitað tvennt ólíkt og ég myndi segja sko oftast er fólk ólagvist það er svolítið annað heldur en að vera laglaus og það er náttúrulega búið að laglaus er náttúrulega sterkt til orða tekið það er svolítið sterkt til orða tekið sko þannig að ef þú kannski ert ekki með flottustu röddin í heimi og segir þá þess vegna sért laglaus mér finnst alltaf svolítið leiðilegt en sko viðkomandi getur verið með ágætist tónir það er bara kannski tónarnir koma kannski ekki fallega út úr honum skilur en það er hægt að vinna með það hins vegar er þetta sko þetta með tóneira það er svo merkilegt að tóneira er náttúrulega bara heilastöð
og þessi heilastöð, hún þarf eiginlega að vera bara alveg dauð til þess að vera laglaus. Já, til að vera alveg fullkomlega laglaus. Já. Þannig einhvers staðar las ég einhverju bók svona, sem var nú kannski sagt í gríni að ef þú ert fullkomlega laglaus þá ert eiginlega bara 3 mínútum frá því að deyja. Já, ok. Vegna þess að þú ert bara, heilin er ekki fungerandi. Já. En auðvitað hef ég fengið sko, þetta er samspil margra hluta, sko, við skulum alveg hafa þá hreinu að ólagvis manneskja, hún mun aldrei vinna við að vera söngvari. Nei. Það er náttúrulega bara gefur auga leið. En það er bara eins og einhver sem er kannski svolítið líkamlega illa settur, hann verður ekki atvinnumaður í körfubolta eða eitthvað, þó hann geta alveg orðið góður íþróttamaður. Já, og ég meina, ég lít svolítið á þetta eins og lesblindu, litblindu, þetta er eitthvað sem getur unni með. Já. Að þú bara finna þína leið. Já, þú finnur þína leið, sko, að því það er svo mikið til að fólki sem langar að syngja þó sé ekki endilega að koma fram. Það er einhver þörf í manninum að tjá sig, sko. Já, líka bara kannski ef þú syngur í sturtunni, þá kannski finnst þér bara skemmtilega að hljóma ekki hræðilega. Já. Það þarf ekki að vera flóknar en það. Geta kannski tekið undir afmælisöngin einhvers staðar á þess að fara alveg í kerfi, sko. Já, farið í karaoke og eitthvað. Já, og ég meina, ég hef séð ótrúlegan árangur bara hjá fólki sem að þorir þá að mæta í söngtíma og ég fæ ofboðslega oft fyrirspurning, getur þú kennt mér að syngja þó ég sé ekki lagviss? Já. Ég segi alltaf já, vegna þess að þú getur alltaf unni með þetta, það er þræl erfitt og það kostar þolinmæði og vinnu, skulum hafa það alveg á hreinu og viðkomandi, ég segi alltaf, þú getur alltaf unni með þetta, þú getur alltaf unni með röddina þína, þú græðir alltaf á því að læra raddbeitingu, það getur ekki skaða nokkurn mann, en þú verður ekki atvinnu söngvari, það er alveg á hreinu. Það verða náttúrulega mjög fáir atvinnu söngvarar yfir höfuð, sko, jafnvel þeir sem að reyna og hafa kannski hæfileika, það er svo margt sem að getur í rauninni komið í veg fyrir það. Já, þannig ef þetta grundvallar atriði er ekki í lagi þá er það bara alveg á hreinu og það mun ekki ganga. En sko að viðkomandi geti tekið undir fjöldasöng, ekki spurning. Það er bara... En ég var náttúrulega einn af nemyndunum í eldgamla daga í stuttan tíma og mér fannst ég svolítið upplifa það að þeimun betri sem ég varð að syngja, þeimun betra var tónerað mitt, þannig mér fannst eins og ég stæði alltaf í stað. Af því ég heyrði alltaf betur hvað ég var lélegur alltaf jafnframt sem ég fór fram þannig að það var bara svona alltaf jafnt. Já, ok. Ekki allan tíman en svona lengi fannst mér þetta bara vera svo leiðis og þú alltaf, já þeir fer svo mikið fram en ég heyrði alltaf bara betur hvað var að alltaf bara einhvern veginn svona upplausnin á tónirinu var alltaf betur og betur og þrengri. Já, einmitt. Það er þessuna sem að hann velur svona textagerð sem að dreigur athyglinna frá röddinni, sko. Já, ég veit nú ekki hvort að Ingveldur er stolt af því að hafa kent mér að syngja. Vissi náttúrulega ekki hvaða texta ég var að fara að syngja þegar hún tók mér sem nefnda. Nei, það er nú málið, sko. Það er eiginlega þurft að skrifa undir bréf hjá mér, þannig. Ég man nú að ég var stundum að ég veit texta hjá þeir sem var svona svolítið varasamur. Já, ég lokaði bara augunum. Já, ég man nú sagði ekkert tímann hann að stelpa mér eitthvað hlaup og næ, farði inn í herbergi svo truflir ekki kennsluna. Ég held að það hefði bara ekki viljað hún heyrði textan, sko. En mér fannst það alltaf skemmtilegt þegar þú sagðir sko að ef maður allar að nota eitthvað svona eins og söng, þá verður maður að gera það vel sko. Maður getur ekki verið fyndin og gert það illa þetta tæki sem maður er að nota eins og röddina eða þannig að þó maður verður ekki endilega söngvari þá getur maður allavega flutt atriðið vel. Já, svona flytja þannig að það sé svona þolanlegt. Já, akkurat. Nema ef að húmórinn á að vera í því að þú syngir illa. Já. Þá, veistu það, að ætla sér að syngja illa, það er nefnilega ekkert mjög auðvelt. Þú þarft að kunna það mjög vel að ætla þér að gera eitthvað illa. Já, en ef þú bara lélegur. Þú kannt ekki betur, það er hann að mál. Já. En já. En ég meina ef ég ætti að reyna að syngja Wuthering Heights, þá gæti ég ekki gert að nema illa, því að þú veist, það er lag sem ég lengi getur sungið. Já. Hvað þá kallmenn, sko. Já. Þú veist, það gæti bara verið vont, alveg sama hvað ég myndi gera. Já, reyndar, það er kannski svolítið fyndið, það er réttur. Það er svolítið vont fyrir raddböndin í mér. En þetta með að sko tónir að lægist við raddbeitingunum, það er einmitt merkurinn málsins, það er það sem ég segi alltaf við fólk, sko við segjum að við séum með svona raddsvið sem við segjum ofta séu kannski svona frá 1 upp í 2 áttundir hjá vennilegri mannesku. Ólærðir mannesku kannski 1 áttund og lærð mannesku 2 til 3 ár. Já. Að þá er manneska sem að telur sig vera laglausa eða er ólagvis að hún er kannski bara að hitta á þessa 5 tóna innan áttundar. Já. Og ég meina við getum eiginlega þá bara sungið svona kannski eins og ABCD, ekki mikið meira en það. Já. Og flest lög spanna bara dálítið meira en það.
og oft þetta bara það að röddin hefur ekki fengið að opnast, það ekki búið að vinna með það að hitta á ákveðna tóna og þar að leiðandi manneskjan fölsk. Já, en þú gætir vel lært. Leið og lærir að opna og nota röddina, bara syngja tóna og hitta og þá allt í einu fyrir tónir að vakna. Svo sumir sem hafa víðar raddseið en aðri, við sjáum bara Freddie Mercury. Jú, hann alltaf bara og margir. En ég öfunda stundum eins og ég á litla stelpu að hún bara svo lítil að hún getur bara náttúrulega hitt á tóna sem ég gæti ekki hitt á, að það var svona útgáfa af Dumb Ways to Die-læginu Dumb Ways to Die, nema það var búið að gera eitthvað við það, þannig að það var búið að þjappa bylgjunum saman, hækka tíðina, þannig að það var einhverju fárunir hátíðinni. Hún hermdi bara eftir þessu beint eins og ekkert verið og ég hugsa bara, hún að hitta bara nótu sem ég geti aldrei náð. Já, en hún mun ekki hitta á þær alla ævi. Nei, nákvæmlega, það verður stærri þá nefnum hún þjálfi sig. Akkurat, en það börn eru með miklu hærri raddir heldur. Já, þetta bara eins og lagið í Frozen eða eitthvað, hún getur bara raulað það og hitta á allar háu nótunar og ég bara svona, ég vildi að ég geti náð þessum nótum, það ekki séns. En þú hefur hugsanlega náð því þegar þú varst krakki, það eru raddböndin í börnum eru bara þannig gerða og barkakýli lítið og hátt uppi þannig að þau ná upp á mjög háa tóna ná hins vegar ekki niður á lága tóna mikið. Nei, einmitt. Þannig að þetta er sem gott, annars getur þóst vera fullorðin og já, nákvæmlega akkurat. Já. En þetta með tónar er alltaf þetta er mikil stúdía og börn fæðast oft bara með frábært tónera. En mér finnst það svo skrítið að því ég yfirleitt svona rökréttur náungi sem að ef ég skildi eitthvað þá skilji ég það ekki en ef ég skilji það þá skilji ég það fullkomlega en með söng þá er það ekki þannig með söng og dans þá er það ekki þannig þá einhvern veginn bara annarkvort veit ég hvernig þetta er eða ekki en ég get ekki útskýrt það ef þú gefur mér lag sem er ekki fáránlega ekki Wuthering Heights eða eitthvað þá get ég sungið það yfirleitt bara strax eftir á en ég geti ekki sagt þú veist þessi tónn er hærri en þessi tónn er svona ég hef enga hugmynd ég alltaf að prófa með röddina þannig að þessi beintenging bara við það sem stýrir röddmöndunum en engin skilningur ekki neitt svona röklegu skilningur aldrei lært nótur þú getur ekki semst bara með því að hlusta sagt þessi tónn er hægri heldur en hinn nei, ég þurft að prófa að syngja nema þessi augljóst en ég er ekkert eitthvað bara þannig að fyrir hann upp og aðeins niður eitthvað þú veist, ég hef ekki hugmynd hver tónfallið er þannig að við sé nótunar fyrir hvað lag það er bara svona, nú, er þetta svona? En þetta er náttúrulega líka þjálfunaratriði og fólk sem að læri söng það fer yfirleitt ef maður fer svona alla skólagönguna sem að eins og í söngskólanum í Reykjavík eða Nýja tónlistarskólanum eða einhverjum svona sem að kenna söng að þá ferðu í tónfræði og tónheyrn þá er þetta bara að þjálfa aftur og baka og áfram þetta er náttúrulega ákveðin tilfinning sem sumir bara hafa en svo er alltaf hægt að þjálfa þetta ef maður hefur gott tónheyr á annar borð. Já, ég komst í miður ekki í þegar þú bauðst upp á svona námskeið þannig að ég lærði aldrei að sjá hvort ég gæti í rauninni tengt rökkusuna mína við þetta. Já, sérðu, ég hefði alveg getað afsannað þetta. Nei, þetta er eins með dans. Ég var alveg geðbilaður diskodansari í gamla daga ég veit nú ekki hvort að ég myndi geta haldið heilsu ef ég reyndi að taka öll þau brögð á dansskólinu núna það er næstum 40 en ég var alveg geggjaður diskodansari þegar ég var ungur en ef það komið samkvæmsdansar og ég ætla að gera hliðar saman hliðar þá ruglaðist ég. Ég gat ekki sett einhvern veginn svona rök heila í þetta, ég gæti bara annarkvort gert þetta, bara náttúrulega eða ekki og það var eins með söng. Ég held þetta sé líka margt hefur margt með það að gera að ef maður hugsa hluti þá fer þetta ósjálfráða í burtu og þá oft fer allt í klessu eins og bara öndun maður þarf að læra öndun þegar maður er að læra að syngja og ef maður er leikari og nota röddina en oft fer fólk að ruggla sinni náttúrulegu öndun þegar að byrja að læra hana vegna þess að þetta er ósjálfráð viðbröða anda náttúrulega sem betur ver. En þú sagðir að einmitt að það að læra að syngja hjálpar í svo mörgu og ég tek alveg heilsugur undir það af því að það hjálpar þér svo mikið með öndun og rættbeitingu að það kom oft fyrir mig upp í standinu áður en ég verið söngtíma hjá þér að ég fann kannski að röddin var vond alveg þegar ég byrjaði, ég átti að vera hálftíma ég bara, nú riðlast ég bara á röddböndunum mínum og þetta var bara ömurlegt og ég verði alveg að drepast, bara í lokin en eftir ég lærði söng, þá gæti ég til dæmis talað án þess að vera með hátalara mikrofón, kannski yfir herbyggi og beitt röddinni þannig að hún væri tiltölulega svona kröftug án þess að öskra eða klemma röddböndin saman eða eitthvað og bara hlífti henni miklu betur og náð meiri styrk þannig að það hjálpaði til dæmis gríðarlega og bara ef þú verður að halda ræður til dæmis, ef þú ert búin að læra söng það myndi strax hjálpa þér
Það líka bara, þú ert búin að þjálfa náttúrulega rættur sömurratböndin, hvort sem þú talar eða syngur, þú bara beitið þeim á svolítið ólíkan hátt, en þú ert búin að tengjast þarna hljóðfærinu þínu. Já. Þannig að hvernig svo þú notar það, þá bara þessi þjálfun alltaf til bóta. Og svo líka, mjög gaman að fylgjast oft með því að fólk sem að kemur í söngtíma og kannski feim eða óframfærið, að það að hvað ég að segja, hleypa röddinni út þó sé ekki nema bara fyrir mig eina í söngtíma, en það að standa upp og vinna með þetta hljóðfæri og líffæri, það bara gerir heilmikið fyrir fólk og ég sé mörg dæmi þess að fólk hefur svona brotist út úr þessum viðjum feimni og að þú ekki að halda ræðu eða þú ekki að standa upp og tala bara. Þeir eru staflaðiskir útarpi sög, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Vistleifsson hérna með mér. Ingveldur Ýr Jónsdóttir er gestur okkar, hún er kórstjóri og sönguna og við ætlum að koma henni til skammastönd og við ætlum að auglýsingar og svo eitt lag með lögreglukórnum. Ég veit ekki með þeirra hvernig ég fyllist alltaf öryggistilfinningur í þessum kór. Já, þetta er eitthvað svona allir eru saman og þetta er svona róandi tónlist. Já, það skemmir ekki að það sé lögreglumenn sko. Það fer eftir alveg hvað þú gerur, hvernig þú hagar þínu líf, hvort þú fyllist ró yfir lögreglunni eða sektarkennd eða hræðslu. Já, mitt, nákvæmlega. Já, en Ingveldur Ýr, þú ert gestur okkar hér í dag, þú ert kórstjóri og sönguna. Já. Og þú byrjaðir eiginlega sem óperusönguna, ekki? Það var kannski gaman að heyra bara hvernig þú byrjaðir í söngu yfir höfuð og hvernig það þróaðist allt. Já, ég byrjaði 15 ára að verða 16 að syngja, byrjaði í fyrsta söngtímanu mínum vegna þess að ég hefði fengið bók í eða til bók á heimilinu allavega, hérna sem að var ævisaga Guðmundur Elíasdóttur sem var hérna söngkona og söngkennari. Og ég bara fylltist svo mikilli lotningu yfir þessu fæi, hún lýsti þessu frábær saga og hérna ótrúlega ævi og þetta bara einhvern veginn snerti mig mikið og mamma mín hún benti mér á að ég skildi kannski bara prófa í tíma og ég sagði henni já, ég skal alveg prófa í tíma en ég verð aldrei óperusöngkona, læt röddina aldrei fá svona víbrató. Það fannst það svona hallars tilgerðalegt. Vesta sko, svo náttúrulega 2 vikur seinna var ég komið víbrató. Já. Það bara var eitthvað í mér sko. Og svo hérna, maður er nú stundum stór orður sko, en hérna ég sagðist aldrei ætla að vera óperusöngkona og svo er ég náttúrulega bara komin alveg á kaf og var bara 2 árum seinna komin í erlendis í nám til Vínaborgar og svo bara æxlaðist það, ég var í námi og fór svo áfram í framhaldsnám til New York í mastersnám og bara gekk mjög vel og átti svona sá fram á bara að ég hugsanlega geti átti eitthvað karriér að því að svona maður fær ákveði feedback í námi og þá voru alltaf stóru orðin sko já, ég ætla hérna verða söngkona en ég verð aldrei söngkennari og hvað þá kórstjóri gleymdi því þannig að mér fannst það, en það eru þetta sko eins og vorum að tala áðan það ætla allir að verða eitthvað rosalegt þegar þeir eru 22 ára. Já, geimfari, fórseti óperustjarna, ekki bara óperusöngkona, óperustjarna sko. Þannig að svo þetta fór ég af staði í minn karriér og fór og söng fyrir, ég veit ekki hvað mörgu sinnum, svona kannski 85 sinnum ég hélt einu sinni bóku utan alla pröfurnar mínar og það kom auðvitað heilmikið út úr þessum pröfum sko, maður fekk alls konar verkefni og ég fekk fastráðningu í hérna Frakklandi og laus verkefni í Austurríki og Þýskalandi og Bandaríkjanum og svona þannig að þetta skilaði auðvitað heilmiklu sko, ég var mjög dugleg að koma mér á framfæri. Já, maður hefur svo miklu orku þegar maður er ungur líka. Já, ég var bara alltaf að. Þegar maður er eldri þá maður meira svona á ég að fara í eitthvað pröfu, þá þarf ég kannski býða 8 klukktíma, ef ég fæ nei þá er ég búin að eða þú veist. Já, einmitt, maður svona metur sinn tíma meira, en líka bara maður er yfirleitt, ég var barnlaus og bara hafði ekkert annað að hugsa sjálf á mig og þannig að þetta var lífið. Já. En það þýtti líka sko að maður var alltaf að hugsa hvað maður borðaði daginn fyrir pröfu og hvort maður fór út og varð kalt eða maður gæti ekkert farið í ykkur útilegu og skroppi svo í pröfu eða farið í matjurstagarðin að leika sér eða hvað það var sko. Þannig að maður þarf alltaf að sko það eru rosalega fórnir þegar maður er svona í þessu starfi. Ég hef heyrt talað það af atvinnusöngurum að þetta sé mjög mikið eins og íþrótt
þú þurfir að halda þið stöðt í formi stanslust og þú þurfir að þjálfa þig bara alveg eins og íþróttamaður alveg, bara daglega og ef þú syngur ekki daglega sko í marga mánuði þá bara fer þessi toppur sem þú kannski hefur haldið í langan tíma í getu, hann bara minnkar og þá þarf væntanlega miklu lengri tíma til að ná hann upp aftur þegar þú ert búin að hrapa niður alltaf bara eins og íþróttamaður sem slasa sig eða já, þetta er alveg nákvæmlega eins og þú náttúrulega, svo færist aldurinn yfir og þá breytist röddin og því betur sem maður heldur inn í þjálfuna því lengur náttúrulega heldur maður getunni sem er nákvæmlega eins og íþróttamenn aftur já. En svo sko feru þetta bara ýmislegt að gefa sig, ég meina það er ekki allt, maður heldur kannski ekki sama standard sko til 70, það er ekki þannig. Nei. En það eru til söngara sem hafa sungið sko til 70, ég segi það ekki og eru virkilega góðir. En þú heldur væntanlega röddin miklu betur heldur en að íþróttamaður heldur skrokknum sko. Já. Væntanlega mun lengur. Já, það er alveg og svo fer þetta allt eftir raddtípum líka, bassar geta sungið miklu lengur heldur en kannski léttir sópranar. Já. Og hlutverkaskipanin er náttúrulega líka þannig að sem hlutverk eru fyrir bara eldri gerðir af eldri mannesku og sem hlutverk eru skrifið fyrir unga prinsessu eða prinsa og það virkar ekki alveg að vera komin á 60-aldur Nei, þetta er bara eins og bíómyndir þú fer ekkit sem er hlutverkin gammalt maður að kona Já, og ég meina í dag þá er ég er ekki að sækist eftir prinsessunum sko, en það var mitt fag svo sem ekki þar, það var meira svona í nornum og gleðikonum okay. en já, ég syns að það sem kallast mezzosopran í staðan fyrir að sopran er oft svona kvenhetjan sko, en svo er mezzosopranarnir, nú ég alhafa svolítið mikið sko, en mezzosopranarnir eru oft svona, að því það eru dekkri raddir, þá er það svona svolítið þessi svona skuggahliðin sko það er svona þessi sem er lauslát og það er þessi sem er svona, brugga einhver ráð. Já, og óperur er náttúrulega ekki skrifar í nútímanum það sem að þú átt ekki að líta niður á einhver kona sem er mörgum önnum eitthvað svona, hún er ömuleg, hún er lauslát. Já, þetta er svona, það er ýmislegt sko sem að maður náttúrulega horfir á öðruvísi sko, en svo er þetta heimfara margt á nútíman, það er alveg hægt og pólitíst og alls konar hluti sem að hafa verið í gangi í gamla daga. Sem breytist aldrei, sko. Svik og prettir og ástarsorg og allt það, sko. Og morð og ástríðu glæpir og allt þetta, sko. Þannig að það er mikið búið að gera af því í löndum þar sem að óperan er bara á sér langa sögu, sko. Það er búið að setja upp hefðbundar uppfæslur marg oft. Þá geta menn farið að leyfa sér að leika sér meira og heimfæra á nútímann og það er mjög gaman að sjá það sko. Þú sagði mér þetta einmitt einhvern tímann að það væri mjög mikil skipting svolítið í manngerðir eftir röddum. Já. Þannig að tenórarnir einmitt fyrir kallmenn væru gjarnan hetjurnar og svo væru bassarnir eða baritónir kannski, þú veist, baritónin væri kannski þessi sem er gefa góð ráð og bassin er kannski vondi maðurinn eða eitthvað. Já, eða öfugt sko, bassin svona þessi vondi sko, illvirkið eða gamli maðurinn, bassin sko, þú veist, þetta er svona líka svolítið lit, raddarinnar líka að tenorinn er með bjartarödd og þá er hann elskuginn í staðan fyrir. Ef maður myndi líta át eins og Hollywood myndir það sem að fólk er oft sett mikið hlutverk eftir útliti að þá er röddin svona halv eins og útlitið þitt í óperu. Hvaða hlutverk þú færð. Já, og það er alveg fyrir fram ákveði sko og það var bara skrifað hann í raddir fyrir 200-300 árum skiluru en það hefur þróast í svona svolítið prototípur en þetta eru þetta margslungnar personur oft en það má segja svona heildina litið að þá sé tenorinn oft svona hetjan og sá sem er drepin í lokin og miskilinn og allir gráta eða kvenhetjan sko. Já, ég einhvern veginn, þetta gladdi mig eitthvað að heyra því að ég er tenor, ég er alltaf svo ónær með að vera með svona háa rödd sko og ef ég segi að ég var að syngja, já, ertu tenor? Nei, þú myndir sennilega á bestu laununum ef þú værir ég hef átt að verða óperusöngur Nei, ég hefði aldrei náða alla leið, það er svo fáir náttúrulega sem að náði sko. Þetta er svona, þetta er erfitt fag. Já. En já, þannig að þetta er sko, þetta er eitthvað sem að breytist líka með aldrinum að því leiti að til dæmis eins og í mínu fagi þá
fer maður ofta að fara kannski út í dramatískari rullur og hann að röddin fer úr léttara fæi yfir í þyngra fag og einhvern veginn með aldrinum veldur maður því betur, röddin verður svona meiri og fyllri og dýpri í eðli sínu og en á móti kemur og maður kannski fer að missa aðeins hærri tóna og allt þetta, en þetta hefur heilmikið að segja sko, en í grunninn hefur það mest að segja sko í hvað ástandi maður er, bara í hvað formi maður er. Er það þessuna sem maður heyrir ofta að söngvarar sem eru kannski jafnvel hörðustu rocksöngvarar á yngri árum verður það svo allt í einu svona mjúkir? Já, allir það ekki. Þannig að svona eldri árum. Já, sálin mýkist. Já, við sjáum bara Sálans Jónsmís, þetta var ægileg popljónsveitna áður fyrr. Já. Nú er það að vera svona meira svona kannski í rólegu dildinni sko. Já. Þetta fylgir aldrinum. Já, það verður oft pínu ósannfærandi líka þegar þessir eldgömlu kallar ykkur rockarar að öskrum uppreisn og eitthvað maður bara nei. Þeir eru gamlir miljardamæringar, þeir eru ekki að fara að gera neina uppreisn, það er bara hallaslegt. Það er þó alveg til undanþekningar eins og Rolling Stones. Jú, ég var einmitt þau sem Rolling Stones, þeir geta alveg gert uppreisn, ég trúi þeim alveg. Já. En þetta er svona, þetta bara þroskast persónan líka. Og þá kannski fer maður bara að leita eftir öðru heldur en var áður. Já, og kannski minna í þessa frægð og frama og svona meir í þessa venjulegu hluti sem við dettum onni á endanum eiginlega fjölskyldu og Já, alveg. Ég get alveg skrifað undir það og geri það glöð, en ég á þeim tíma sko var ég svolítið búin að fá nóg þegar ég ákvað bara að fara að kenna og vera heima sko, ég hefði átt að vera ef ég ætlaði að halda áfram í þessum karriér þá ég þurfti að vera áfram búsetta erlendis. Já. Það var á þeim tíma nánast ómögulegt að fara að flytja til Íslands og halda áfram einhverjum kontakt sem maður var búin að byggja upp erlendis. Nei. Þannig að það var svona, það var val, ég valdi það. Já. Og stundum hugsa maður hefði ég átt, en svo bara er ég svo ánað að hafa gert þetta. Maður hugsa það nú alltaf með allt. Jú. Og margir sjá eftir hlutum þegar þeir vera eldri en þá reiknaður aldrei hvað þeir fengu fyrir að sleppa þessu. Þeir segja ef ég hefði haldið áfram í námi þá hefði ég orðið doktor og svo hefði ég skrifað greinar í virtblöð og eitthvað svona. Já, en þá hefur ekki átt börn. Eða þá hefur skil við konuna því hún hefði ekki nefnt þú varst aldrei heima. Það er alltaf eitthvað annað sem að hefði, þú reiknar alltaf hvað þú fékkst ekki en gleymir að hugsa hvað þú fékkst. Og ég einmitt fékk svo ótrúlegar gjafir í staðinn sko að ég er mjög ánægð með það, en ég byrjaði sko náttúrulega með semingi að kenna sko, ég var þá ennþá ekki orðin 30 og það var nú Bergþór Pálsson vinur minn sem var boðinn svona lítil staða í söngskóla sem er nú, eða tónlistaskóla sem er ekki til lengur, hann var svona eitthvað engabatteri. Já. Og hann gat ekki tekið þess en hann benti á mig og ég svona og hann svona einhvern veginn talaði minna á þetta þannig að þú ert í raun að kenna sjálfum þér þegar þú ert að kenna öðrum, það er alveg rétt maður er svolítið að kenna sjálfum sér líka já ok, ég skal prófa þetta og svo bara settist ég í píanó að byrja að kenna og ég einhvern veginn bara fann smám saman að mér langaði meira að kenna heldur en syngja. Ég get alveg tekið undir það út magnar kennarinn ég hef náttúrulega verið hjá þér og bara framförin sem að ég náði sko var gríðarleg sko. Já, takk fyrir það og líka skemmtilegu nemandi sko Svona það Svo var svolítið óvenjulegu nemandi með að við flesta þína Já, svona frávik Það eru frávik sko, það eru frávik sem betur fer Já, en það er ákveðin mér finnst, ég hef orðið fyrir þeirri gæfu að þeirri gæfu aðnjótandi að hafa gaman af því að kenna. Ég held að sé ekki gaman að kenna sönga, maður hefur ekki gaman að því. En það eru þetta er alltaf val, myndi ég segja. Það er alltaf val hvað maður gerir. Já. En ég sem sagt finn það er svona ástríða að kenna og leiðbeina. Svo hef ég bara, það er svona kaupmannsgen í mér sko, ég hef aldrei vilja vinna fyrir aðra, ég vil bara vera sjálfstætt. Já, ég þekki þetta tilfinningu. Þá ég hef ekki alltaf, þú veist, lifað þannig þá þekki ég svona þessa tilfinningu. Já, og ég sko þess vegna bara byggði ég upp mitt eigi batteri. Já. Í staðan fyrir að fara inn í einhvern skóla hjá öðrum og kannski fara inn í svona hefðbundnari kennslu. Að þá hef ég bara, og það er frelsi í því að þá geti tekið í rauninni alla sem langar að syngja líka þessa sem að telja sér laglausa
og þá fæ ég svo ótrúlega mikla flóru, þetta er svo fjölbreytt að því þá fæ ég náttúrulega bara fólk á öllum aldri, fólk sem kannski jafnvel að vinna við að syngja en við bara fá leiðsögn í svona 5 tíma. Já. Skilurðu það að ég með svo leiðsbatterið, bara fólk kemur í 5 tíma, 1 tíma, 10, 20, 30, bara hvað sem hendar. Í rauninni er svo persóna sem þú ert að móta í söng, hún henni sköpunarverk og henni bara listaverk. Já, það kannski hægt að segja það þannig. Það eru þetta bara einn þáttur sem að ég að vinna með þarna sem röddin. Já. En röddin þetta hefur áhrif á svo margt annað í persónunni. Já. Þannig að svo þetta er svo misjænt hvað fólk gerir við kennsluna og margir fara og syngja eitthvað og fara í kór og eins og þú Rökkvi verða með upp í stand og svona. Já. Svo þetta svo misjænt þetta kennum kannski að dæmi ekki fólk alveg útlitinu, við sjáum bara hvað gerist með Susan Boyle sem kom bara inn á sviðið og sló í gegn hún er svona eins og stereotýpan af húsmóður í Vesturbænum Já, akkurat. En svona alveg í lokin mjög skemmtilegt. Hvað er framundan núna hjá þér? Já, það er fyrst og fremst þessi keppni á sunnudaginn. Kórar Íslands á stöð 2 klukkan 19:10 og það er úrslita þátturinn og það er mikil spenna í gangi, það verða 6 kórar og við erum sem sagt númer 4, þannig að allir að kjósa 904. En svo eru tónleikar, jólatónleikar í Fríkirkjunni 12. og 14. desember, það er svona fastuleiður hjá okkur að vera með jólatónleika. Já. Og já, og svo alls konar gigg í gangi, við erum kórin að syngja og jólahlaðborðum, en sjálf ég að syngja í óperu, talandi það, ég að syngja í óperu 2. desember. Já. Það ævintýrið Norðurljósin sem að barnaópera sem eru flutt í Norðurljósum í Hörpu. Já. Þannig ég bara baldur mikið að gera. Já, bara rétt nær að skjóta stíkt átt koma að spila við okkur. Þannig að við ætlum að hleypa þar aftur út í dagspyrtuna bara. Já. Og við þökkum kella fyrir komuna í dag. Má ekki vera kalt því að þá fer röddin. Nei, það er bara trefillinn og úrbann. Bara vel með þig. En flæðiskýrandarinni hér í dag, við ætlum að þakka Ingveldi Ýr Jónsdóttur fyrir komuna hér í dag og fræða okkur kóra og raddbeiting og fleira. Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vistinsson þakka fyrir sig og flæðiskýri kveður í dag, verið sæl.